Jæja, þá seinni hálfleikurinn að hefjast. Það búið að vera svolítið brölt á hljóðinu hérna í útsetningunni. Það bara gerist á bestu bæjum og tæknimálin eitthvað sem oft erfitt að eiga við, en hér allir að gera sitt besta. Eitthvað sambandsleysi á hann, en seinni hálfleikurinn kominn af stað og það eru afturheldingar stelpur sem að hefja hér leikinn.
eins og við sjáum þá er staðan 5-11 fyrir Aftureldingu. Víkingstelpurnar eiga mikið inni núna hérna í seinni og Auður með hörku skot, Alana nær frákastinu en vel varið hjá Evu Dís í marki Aftureldingar. Þá fara þær hérna í Árna Elísingu hægra megin og klipping og boltinn yfir. Já, vel spilað hjá Aftureldingarstúlkum og það er leikmaður númer 19, Ragnhildur Hjartardóttir, en hún er dóttir mikils Víkingsmanns. Hjörtur Örn Arnarsson er faðir hennar, spilaði hér með Víkinga árum áður og það var mikill Víkingsmaður sem fylgist vel með félaginu. Vel skotið hjá Thelmu Rut Frímannsdóttur. Hún kemur í 13-5. Það er hreinlega fátt sem gengur hérna upp hjá Víkingstelpunum í kvöld. En þannig er sportið. Já. Frábær gabbreifingi á Helgu og ég er sammála Gulla hérna. Annarkvort er þetta víti eða ekki neitt. Þetta á náttúrulega bara að vera víti. Fara hérna í Kaíró. Nú þarf boltinn að koma yfir. Fá smá flot á boltan. Og Arna Þyri nær hérna boltanum. Vel gert hjá henni. Virkilega góð línusending hjá Auði. Hún sótti hérna á þristinn og lét hann detta inn á línu til Alunu sem fiskar hérna víti. Og þá kemur Margrét Björnsdóttir aftur í markið, en Örnu Þyri bregst ekki bóðalisti núna. Skorar hérna. Og já, virkilega vel spilað hjá Aftureldingastelpum. Það er bara ein innleysing á móti þessari 5-1 vörn og klára vel að línunni. Já. Frábær samvinna hjá Örnu og Ólufu, en Ólufu óheppinn og nær ekki skora fram hjá Evu. Eva þessi í marki Aftureldinga var valin í A-landslið kvenna nú á dögunum. Skipað leikmönnum sem að spila bara hér heima. Þannig að hún ná heldur betur framtíðina fyrir sér. Aftur fer. Já. Ricardo Xavier, þetta er réttu dómur hjá honum. Helga Lúðvíka fer hérna í andlitið á leikmanni Aftureldingu. Ekkert
við þessu að gera annað en að gefa 2 mínútur og já, þetta var heppnaðist ekki alveg. Já, Gulli kallar eftir því að dómararnir fylgist aðeins með línumannum. Hún sé svolítið ólögleg. Og Gulli fær hérna 2 mínútna brottvísun fyrir mótmæli. Vonum bara að þetta kveiki í okkar stelpum og þær komið með gott áhlaup. Og leikmaður nummer 6, Birna Lára skorar. Svana í markinu var alls ekki langt frá því að verja. Svana uppalinn hérna í Víking, gengi í gegnum alla yngri flokka. Já, nú er þetta erfitt hjá okkar stúlkum, 2 færri. Það hefur verið mjög gaman að sjá framfarirnar á Víkingsliðinu á stuttum tíma. Þær eru búin að standa í toppliðunum í síðustu leikjum og unnu hérna 2 góða leiki og kom með 4 stig. Það er bara að halda áfram þessari uppbyggingu og já, Ricardo Xavier dæmir hérna ólulega blokkuringu á Þórildi Völu. Guðmundur Helgi Pálsson ekki sammála þessu dóm en dæmi hver fyrir sig. Já, nú kemur Sóley Bjarkadóttir held ég inn á. Já, fædd og uppalinn hérna í Víking, gengi í alla yngri flokka, var hluti af sigursælum árgang í yngri flokkum og Víkingur núna komið fullskipa lið. Já, þessi sending erfiðin á línu en þetta er skref en Ricardo Xavier ekki sama máli og ég og staðan orðin 16-6. Nú er alveg ljóst að Víkingslið er ekki að fara að fá mikið út úr þessu leik en nú þarf að klára leikinn með stæl og með sæmd og reyna að gera hlutina almennilega. En eins og ég talaði áðan að kvennalið Víkings er í uppbyggingarfasa og það tekur tíma og það krefst þolinmæði og mikilla vinnu og það gerist ekki á einni nóttu. Auður Brynja skýtur hérna framjá
og nú að standa vörnina og kannski reyna að fá einhver hraðalöp, reyna aðeins að minnka þetta fótskot. Á 2 mínútna brottvísun á Sóley Bjarkadóttur. Það verður gaman að sjá hvað Afturelding gerir núna, einum fleiri línumæðurinn milli 2 og 3 og þær fara hérna í stöðuskipti. Þetta fótur myndi ég halda, en ég ætla nú ekki að vera að tjá mig mikið dómgæslu, kannski. Já, Steinun kemur inn. Auður með hörkuskot, en óheppinn. Auður skotföst og mikil skytta, hún var bara hreinlega óheppinn. Bara fekk fínt færi hérna og staðan orðin 18-6. Þetta erfitt hjá Víkingstelpunum okkar, en svona þetta. Já, glæsilegt mark hjá Auði. Fer hann inn á miðju og kemur með hann tilbaka, sýnir eins og hann sé að skjóta í fjær, en setur hann í nærhornið. Eva Dís, sem á dögunum var valin í æfingahóp landsliðsins, hún sá ekki við þessu. Jæja, jafnt í liðum. Sóley Bjarkadóttir, dóttir Bjarka Rafns Eiríkssonar, stjórnarmanns hér í Víking, komin inn á. Nú þarf að fá kjark og þor og smá anda í þetta, stelpur. Já, Svanna virkilega verið varið á henni. Og nú þarf ég vilja fá boltan yfir. Nei. Síðasti leikur hjá Víkingstelpum var á móti Gróttu, sem mörgum talið eitt allra besta lið í deildinni. Þær stóðu lengi vel í þeim og voru yfir í hálfleik, sem segir hvað að liðið svo sannarlega á réttri leið. En Arna Þyrí með frábært mark, svona eitt af sínum trademark mörkum og skotum. Skrefskot. Og þurfa Víkingstelpurnar bara, eins og ég sagði, hann að klára leiki með sæmd og stolti og reyna að ná allavega 15 mörkum. Það væri virkilega vel varið á Svönu og hotnið laust, nei. Auður óheppinn, skýtur hérna í stöng, annað stangaskoti hjá henni á stuttum tíma. Þá kemur Katrín Guðmundsdóttir inn á. Katrín þjálfari 4. og 3. flokks kvenna og virkilega metnaðarfullur þjálfari.
topp eintak eins og náttúrulega allar þessar Víkingstelpur okkar. Já. Já. Ég ætla bara að vera svolítið hreinskilinn og tala hreint út, en þetta á Svana að verja. Og þá er komin inn á í hornið hún Ísabella Ösp Herbjörnsdóttir. Þetta er stelpa sem er nýbyrjuð aftur að æfa og hún var líka hluti af þessum sigursæla árgangi í yngri flokkum sem unnu marga titla. Það er nú bara frábært að fá Ísabellu aftur á völlinn. Já, Afturelding ætlar að vera að spila 4-2 hérna með 2 línur. Og Ragnhildur Hjartardóttir með virkilega gott mark úr horninu, hoppar hann á öfum fæti og Arna Þyri með gott mark. Nú er kortir eftir að leiknum, leikurinn er tapað, það náttúrulega liggur alveg ljóst fyrir, en klára leikinn með stolti og sæmd og reyna að fara í 16, 17, 18 mörk að minnstakosti. Það er ef að engu að tapa, bara aðeins að núllstilla sig núna og engi pressa á þeim, 11 mörkum undir. Já, Anna María Gugic fer hérna í virkilega góða yfiranda fintu og skorar, en fær vítakast. Dómarinn vill meina að hún hefur verið lent, hann brotið á henni. Þá er það Birna Lára sem skorar hjá Aftureldingu. Já. Nú fær Steinun Birta 2 mínútna brottvísun. Ég verð nú bara að viðurkenna að ég sá ekki alveg hvað fór þarna fram eða hvað gerðist, en brottvísunin var á mjög óheppilegum tíma fyrir Víking, enda Auður komin í dauðafæri og samkvæmt reglunum þá er þetta náttúrulega sóknarbrot og Afturelding fær boltann. Það er ljóst að Aftureldingarliðið er mjög öflugt og þær eru með yfirlýst markmið að fara upp í Ólís-deildina og þetta eru þær bara með mjög fínt lið. Já, álulega blokkering á Aftureldingu. Þá var hann komin inn í hornið, eða komin inn á áðan. Eva Ásdís Ögmundsdóttir, líka uppalinn hérna í Víking. Já. Auður skiptir hérna út af og Katrín tekur vörnina. Þetta er náttúrulega bara kemur fyrir öllum liðum að það er oft dagur
stelpunnar að upplifa svoleiðis dag, en þær þurfa bara að halda áfram sinni vegferð og uppbyggingu og vinnu. Já, Isabella með erfiðan bolta, en hann ratar í réttar hendur. Og já, Arnarþýr óheppinn. Trúið mér, ég hef séð hana margoft skora á þessum skotum sínum. Hún mjög góð, þessi skrefskot hjá henni. Og já, virkilega góð vörn. Katrínu hörði hornataka, lendir hérna, leikmaður Aftureldingar lendir hérna í krumlunum á henni. Virkilega gott mark hjá Úlfhildi Tinnu. Gleymum ekki að meistaraflokkur kvenna og Víking var ekki til fyrir einhverjum 5-6 árum og þær fengu ekki stig í fyrra, en eins og ég er búinn að tala um mikla framfæri á liðinu og búinn að ná í 2 sigra, mjög óvænta en frábæra sigra og hafa staði í mun sterkari andstæðingum, allavega á pappír. Og ég er vissum að stelpurnar munum bara horfa á þennan leik á upptöku á vídeofundi og koma 2 eldar til leiks í næsta leik. En frábært mark hérna hjá Auði Brynju. Þá tekur Guðmundur Helgi leikli í stöðunni 23-11, það 10 mínútur eftir. Þetta eitthvað sem ekki allir myndi gera, en hann eitthvað endurskipuleggja leik síns liðs. Þá leikmaður nummer 27 kominn inn á hjá Aftureldingu. Það Susan Ines Gamboa. Ég þekki ekki frekari deili á henni því miður, en hún heldur betur stimpla sig vel inn hérna, skorar eftir aðeins nokkra sekundur inn á vellinum. Nú Ester komin hérna í vinstri skyttuna og Helga í hægri skyttuna. Þetta eru stelpur sem eru báðar ennþá gjaldgengar í 3. flokk, uppaldar í félaginu. Og Karolína Ósk Arndal Sigurlaugadóttir komin inn á hérna í hægra hornið. Hún að norðan, var í K.A. Þór
Ég held að Halldór Karlsson sé fóstur pabbi hennar, toppmaður Dóri Karls. Örfent og bara gott að fá hana í félagið. Hún er búin að vera núna síðan í haust. Hörku skot hjá Katrínu Helgu. En eins og þeir sem eru að horfa á þennan leik sjá að Aftureldingar er bara með dundurlið og fína breidd. Með öflugan útlendingi Önnu Maríu Gugic og bara ég ætla nú bara að spá því hér og nú að þær fari upp í Ólisteildina. Já, og Karolína nær frákastinu en ÓEP inn og skýtur framhjá. Himinn og jörð er ekkert að farast þó að leikurinn hafi verið svona í kvöld hjá stelpunum og framistæðan léleg. Það er alltaf næsti leikur og þeirra vinna og uppbygging heldur áfram. Þetta tekur alltaf tíma að búa til hörkulið. Þetta eru öfluga stelpur sem við eigum sem að leggja sig 110% fram, æfa vel og hugsa vel sig. Og eins og ég segi það er nokkuð ljóst að þær munu horfa þennan leik á upptöku og læra á honum. Þær munu koma sterkari tilbaka. Og þá er það Susan Ines. Þetta er bara hárrétt hjá Guðbirni Ólafsinni, annars fínum dómara leiksins. Þarna vildu Víkingstelpurnar að ef Ásdís myndi fá eitthvað fyrir sinn snúð fá vítakast. En dómarinn er ekki á sama máli. Og Katrín. Þarna átti Katrín bara að skjóta. Það var enginn sem fór í hana. Hún átti bara að vera svolítið eigingjörn og hugsa sig og skjóta bara plaff á markið en ekki vera leita af línunni. Tveir varnarmenn í línumannum. Já. Katrín með hérna misheppnaða sendingu. Víkingstelpurnar verða mjög súrar í kvöld en á morgun er nýr dagur og á morgun er líka æfing og þá er hægt að hefja undirbúning fyrir næsta leik. 27-11 fyrir Aftureldingu. Nú er Sóley Bjarkadóttir komin hérna í vinstri skyttuna. Já, virkilega vel gert. Alana Elín Steinarsdóttir Falk með góða rykkingu og skorar hérna eftir góða sendingu frá Helgu. Ahora Susan Ines Gamboa. Hún að stimpla sig hérna vel inn með 2 mörk og með skömmu millibili. Já, spila og boltan yfir.
Já. Staðan 28-12 og 3 mínútur eftir að leiknum. Þetta er leikur til þess að læra af. Það er nú bara þannig eins og ég er búinn að margoft komið inn á hérna. Virkilega vel gert hjá Ester Ingu. Já. Nei, Sóley. Þetta með tvígrip. Ég skrifa þetta á Sóley var í pásu frá ágúst til desember vegna Anna á öðrum vígstöðum, en mjög gott að fá hann aftur inn og þetta var klaufalegt, en þetta getur alltaf gerst. Virkilega vel varið á Önnu Völu. Anna Vala eins og svo margar aðrar hérna í liðinu uppalinn í Víking og nú bara skoraði Önnu Völu að verja þetta víti. Já. Það væri gott að fá eitt mark í lokin. Ester óöppin. 8 sekúndur eftir. Boltan yfir bara. Það voru að lokatölur 29-13 fyrir Afturlendingu, eins og ég segi, Afturlending bara með hörku lið og með mikla og góða breytt. Það eru bara til alls líklegar og ég ætla bara að spá því hér og nú, eins og ég sagði á hann, að þær fari upp í Ólís og en Víkingstelpurnar sárar og spældar hérna eftir leikinn eðlilega, en það er alltaf næsti leikur og nú þarf bara að halda áfram að vinna og setja upp vinnuhanskana á æfingum og bæta sinn leik og sína framistöðu. En við þökkum hérna fyrir í kvöld og við biðjumst velvirðingar á hljóðleysi. Þetta gerist á bestu bæjum og stundum er bara tæknin að stríða okkur og við því er ekkert að gera. En já, næsti leikur er á fimmtudaginn hjá kvennaliðinu á móti Valu og þær taka væntanlega bara endurheimt á morgun og borða vel, sofa vel, drekka mikið af vökva og gera sér síðan kláran í leik á móti Val.